Björgvin getur nú sungið nánast hvað sem hann fer fallega með því sem í fjarlægð og litlu fluguna en getur fundið sér auðveldlega í harðsnúna hönnu að því að skipta. Harðsnúna hanna hélt við hann Gvenn, gekk á milli manna og var við á genn. Ég var líka einn af þeim sem vilt hana fá. Má ég kanna hvort ég möguleika á. Harðsnúna hanna, hún svo sæt, ég gæti hana étið ef hún væri æt. Ég líka einn af þeim sem veljast að þrá. Harðsnúna hanna, ekki vanna mér í þig að spá. En þegar þú með nærri fæ ég nýrnakast, hjartað hamast hraðar og fer tvist og bast. Í augu þín mér alltaf gefa von, það að geta með þér eignast son. Ég verð vær, alveg ær, og hanna mér yfir sær, að ég elska þig gái og gráinn og haustur í tær. Wish I would, wish I might. Wish I would. Já. Skilur það sé sama hreyfing á milli ykkar sko. Wish I would, wish I might, make this wish come true tonight. Brilliant. Í tilefni af 25 ára ferli Björgvins á hljómplötum og yfir 400 lögum var efnt til veglegrar tónlistardagskrár á Hótel Íslandi í haust þar sem Björgvin flutti öll þekktustu lög sín í hópi úrvalstónlistamanna undir stjórn Gunnars Þórðarsonar. Við litum inn á lokaæfingu í byrjun október og fylgdum síðan með baksviðs á sjálfu frumsýningakvöldinu. Ætlar ekki að taka gítar? Það fyrsta var að reyna að gera sér grein fyrir því hvort að þessi ferill hans hafi skipt niður í einhver ákveðin tímabil eða tónlistarlega kafla og við tókum auðvitað þannig á því. Það var sirka frá fyrstu árunum, Brimkló og þeim tíma, popstjörnu árunum. Nú við tókum Vísnaplöturnar, tónlist Gunnars Þórðarssonar, nú Brimkló, HLH, Lonely Blue. Það er ágætt að vinna með þessum manni sem ég kalla manninum innan í. Þessi ytri Björgvin með skrápinn, hann getur bitið frá sér, en ég vinn með hinnum mjög vel. Hann hefur þessa sérstöku tilfinningu sem bara listamenn hafa gagnvart sínu fagi. Þetta næmi. Hann gerir alltaf svo mikil tilfinningu og hann gerir það svo vel. Oh, in the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorita, kiss me goodnight. Buonasera, senorita, kiss me goodnight. Buonasera, senorita, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Oh, it's hard for me to whisper, buonasera. Well, I'm on a boat and a Mediterranean Sea. Oh, in the morning, senorita, we'll go walking. Well, the morning of the sun coming to sight. By the little tourist shop will stop and linger. Oh, what am I waiting for your finger? In the meantime, let me tell you that I love you. Yeah, don't say it, I senorita, give me it up. Because you'll understand me. Every single thing I try to do, you're always there to lend a helping hand here. But most of all, I love you 'cause you're you. Mér minnist eftir að Björgvin breytti nafni sínu í Bo Hall og hugðið þar á fræða fram í country heiminum. Þetta var nú svona bæði gamnu og alvöru gert held ég, en
Svo breyttist þetta í Bo Bratislava þegar hann fór til Bratislava með félögum sínum nokkrum árum síðar. Og svo þegar hann festi ráð sitt og svona hóf að hugað híbýlapríði og koma yfir sér þaki sæmilega myndarlega, þá var það Bo Bedre. And I'll do anything I got to do. Cut my hair and shine my shoes and keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. Ég var nú bara að syngja í einhverjum bílskúrsböndum sko þegar svona var rétt að byrja í bransanum. Þegar við þessi hljómsveit sem var í þá vorum stödd inn í stúdíó og vorum að taka upp. Þá átti hann leið þarna hjá bara, skils mér, að það var eitthvað að erindast þarna í stúdíónu eða eitthvað. Og heyrði mig verið eitthvað að gaula þarna og hringdi í mig bara 2-3 dögum seinna og baði mig að syngja með þeim á þessar HL-plötu þarna, fyrstu. Ég man ég fór einu sinni í bíó, þetta var á gagnfræðaskóla árunum og ég var í hléi að fá mig popp, stóð svona á afgreiðsluborðið og svona litið til hægri og bregður svolítið og vík mér að félaga mínum og segið ekki lítið hratt til hægri en hérna við hliðina á okkur stendur einhver ófrýnilegasti kvenmaður sem ég á ævinni séð. Og þá segi félagið þetta nýji söngvarinn í Bendix í Hafnarfirði. Það er lag sem að tengir okkur náttúrulega mest saman en náttúrulega verður ekki að plata mig. Trúðu mér, ég ekki að plata þig, kæra vina, viltu treysta mér? Aðeins stjörnurnar á himnum vita hvað í mínu hjarta býr. Ég myndi gera allt í veröldinni fyrir þig ef þú aðeins vildir fylgja mér. Aldrei kannum við rennum niður í bæ í 4. gír. Komdu með, ég vil þig, komdu með, ég vil þig. Ég vona að þú segir ekki nei við mig, því trúðu mér ég dái þig. Það eina sem skiptir máli er þú og ég. Vertu ekki að plata mig, þú ert bara að nota mig. Ég ekki eins og allar stelpurnar sem hoppa upp í bíla með hverjum sem Komdu með, ég vil þig, komdu með, ég vil þig. Björgvin bara einn mesti eilíða töffari sem að þjóðin hefur alið. Hann var töffari strax sem strákur, hafði sveit manna til þess að berjast fyrir sig og þegar hljómsveitin Bendix var til að þá var hann ungi strákurinn sem kom upp að þeim og sagði stráka þið kunnið ekkert að syngja á ensku. Hvað vantar einhvern sem getur sagt eitthvað til? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Sem unglingur og haffiskur strákur að horfa á
strákana, vini mína á Hrafnarfirði verða að goðum, þá náttúrulega dýrkaði ég Björgvin á sínum tíma. Þótti mikið til þess koma þegar ég hitt hann í plötuverslun einhvern tíma þegar hann gaf út sína fyrstu plötu, 69. Ég er nokkrum árum yngri og að láta gera við reiðhjólið mitt, en hann að áreita plötur. Og mér fannst Björgvin mjög góður söngvar á þeim tíma. Ég veit að honum finnst í dag hann hafi ekkert verið sérstaklega góður þá. Hann var hins vegar alveg rosalega kraftmikill söngvari. Fjölmiðlarnir reyndu að stöðva hans frægð. Þeim tókst að lokum með talsverðri slægð. T-Pex. Hann ræddi við þá kærleik og frelsi til ásta og mannlegu kosti sem hann taldi skásta. En hann sá það allt á prenti. Kom hann hissa til mín og á blaðið mér benti. Ég sagði víst flestar, en þegar þú lestar þá virkar það við fatal. Sem barnaleg þvæla, svo vitlaus og stæla, samsaði ég þetta víst allt. En ég er svona, það ekki ég að vona, ég meinti það allt saman vel. Þeir spurðu mig frétta, ég sagði alltaf létta, mannorðið brotið mér. Ég man eftir brotnatönnunni og man eftir þessum svona miklu sviptingum og þetta var þetta heilmikil svona bylting í heimi íslenskra unglinga, eignast eigin poppstjörnu svona í stíl við þær erlendu sem að fyrir voru, en hann var held ég kannski full ungur til að höndla það sem skildi og það voru teknar svona setningar sem hann lét falla og teknar úr samhengi og snúið upp á hann svona og eins og hann sagði sjálfur nokkrum árum síðar, hann var komin alveg í vinkil. Guitar and the French harp. Sister played the ringing tambourine. Mama couldn't hear our pretty music, but she read our lips and helped the family sing. That little band was all a part of living, and our only means of living at the time. It was like no normal family combo, 'cause Daddy Frank, the guitar man, was blind. 'Cause Daddy Frank, the guitar man, was blind. Já, hann er náttúrulega talent. Ég hef nú alltaf haldið því fram að það sé engin söngvari nema hann hafi þetta náttúrulega talent, vegna þess að rödd er bara rödd og er bara hljóður en vel að nú það eru fullt af fólki sem stundar nám í 10 ár til þess að þroska og vinna þetta hljóð en verða aldrei söngvarar þrátt fyrir það þegar að vanta þessa náttúru sem að verður að koma innanfrá og hann er ríkum mæli. Hurðin er bjart í lífi hvers manns, en fyrir maður vitja sorgir hans. Við sjáum oft svo sterk dæmi það að augnablikið breytir stund og stað. Dagar nætur vikur mánuðir ár, hamingju stundir gleði sól og dag. Og Björgvin hefur alltaf, hann er vandvirkur finnst mér finnst hann leggur metnað sinn í að gera þetta þessa hluti vel. Hann er alveg skapmikill og frekur og eðlilegur svona eins og við erum allir. En mér finnst hann alltaf hafa vanda til þess sem hann gerir og ef hann gerir eitthvað þá ertu nokkuð viss um það sé búið að leggja í það vinnu áður og það er vel gert. Ástin spyr hvorkum stétt með stöðu. Ástin fæst hvorki kyrr og sel. Hún kallar og þú með geði glöðu.
kastar þínu hjarta á ástarinnar. Það er eitt lag samt heldur sem stendur upp úr í mínum huga og það er Skýið. Ég sá hann og heyrði syngja þetta lag og leikandi á gítarinn sinn og hann gerði þetta svo yndislega að ég gleymi því aldrei. Og ég vissi þá ekki að þetta lag var eftir Björgvin Halldórsson. Ég var alveg steinhissa. Mín bíður eitt að besta, banan ein á jörð, að leysast upp í læðing sem litar tímans vörn. Vertu í sparað spyrja, en spjara vel þinn hug. Flýt þér áður feykja, mér farvindar á bug. Svo vertu í sparað spyrja, en spjara vel þinn hug. Flýt þér áður feykja, mér farvindar á bug. Svo vertu í sparað spyrja, en spjara vel þinn hug. Flýt þér áður feykja, mér farvindar á Björgvin notar kaldhæðni oft á tíðum og sem virkar afskaplega sláandi á suma og einu sinni var hann að syngja með einhverjum ungum söngvari í einhverju prógrami og hann mætti einu sinni sem oftar á sjóið og víkur sér að söngvaranum, sér hann er komin í ný jakkaföt og segir hann: Ný jakkaföt? Já, segir hinn, þá segir hann: Sama röddin. Hann er dómharður og best er að vera dómherrar sjálfan sig og ég held að sé það og ég veit hann er það, annars nærði ekki þeim árangri sem hann hefur náð. Já, hann er freki hundur. En hann er skemmtilegur líka. Hann ætlast til þess að aðrir gera eins og hann sjálfur. Hann gerir alltaf sitt besta og hann vill að hinni gera það líka. Það er alltaf lítið um það að menn segi sína skoðanir. Auðvitað er það álitamál, hvernig það er sagt, en ég held að koma hreint til dyrana sé mjög mikill mannkostur, eins og maður segja. Og þeir sem ekki standa sig, þeir fá á baukinn, oft réttilega, oft er það á viðkvæmasta augnabliki sem að gusan kemur. Einn ágætan gítarleikara sagðan: Mikið rosalega finnst mér þú æðislega góður á gítar. Og viðkomandi tók þetta hrós til sín og svona tókst allur á loft, en þá lét Björgvin fylgja sko: En samt eitthvað svo glataður. Með lest og nýja skó var lagt af stað í ró, en þegar austan dró var ekki út í mó. Ég hef alltaf mest gaman af því tímabili sem að tengdist HLH-flokknum og gríninu þar sem að hann er Helgi og er þar með Halla og Ladda í leðujökkunum, sorgleiruvónum og á minningar frá auglýsingagerð með þeim félögum og Svalabarinn frægi kom við sögu. Svalaðu kosta og súttu á, tegaðu stóru
augum og þú mun sjá að svali drykkur sem segir sex. Stuðið það magnast og þrótturinn vex. Þið langar að stökkva upp á næsta stól og skelli þið meira að sumri og sól. Vantar í koppinn vítamín og veldu með svala, elska mín. Og verð ekki feimin og báðu sopa, sólskinn og kraftur í hverjum dropa. Láta ekki gleðin og stuðin dala, njóttu lífsins og fáður svala. Hann hefur samið ágætislög. Í útvarpinu heyrði ég eitt lag eftir hann til dæmis, ágætislag. Hann hefur næmt eyra, hann semur ekkert flókin lög, en hann semur lög sem hitta. Hann semur lög sem að liggja í loftinu, hann tekur þau og gerir þau að sínum. Þú söngst Twinkle, twinkle, little star, how I wonder where you are. Wish I may, wish I might, make this wish come true tonight. Oh, ta-da-da, ta-da, ta-da-doo. Oh, ta-da-da, ta-da, ta-da-doo. Twinkle, little star. Sumur, fannst þú ekki syngja vel? Sjálfsagt hef ég stundum verið með í því. Núna glaður mundi gefa flest. Ef gæti heyrt þig syngja á ný. Og hann hefur það fram yfir marga, hann með skýra textameðferð og svo kann hann láta orðin syngja. Svona glettir gamalt lag, varða götum minn í dag og gleði straumur fór mig. Svona lítið skrítið lag, þetta lag ég heyrði í dag og langaði að hitta þig. Ég held að Björgvin Halldórsson sé einn af örfáum mönnum sem hafi náð því að verða svona samnefnari fyrir draum heimasætunar á Íslandi. Og það vegna þess, ég merki það því að einu sinni var ég á ferðalagi á einhverjum afskekktasta stað á Íslandi og kom þar á lítinn bæ og þar var stúlka sem bjóð þar með föður sínum og bróður og ég fór eitthvað að stríðinni og spurði hana hvort hún ætti ekki kærasta. Jú, hún hélt nú það og ég spurði hver hann væri. Og þá sagði hann, komdu, ég skal sýna þið svolítið, það er Lindó. Og ég fór á eftir henni og við svona mismunuðum okkur inn í lítið eldhús þannig á bakvið. Og þá benti hún á dagatalið og ég horfði á dagatalið og það var náttúrulega bara ósköp venjulegt dagatal með svona mynd af einhverju kvígu, svona kaupfélagskvígu. Og ég var pínlítið hvumsa við og sagði, hvað með þetta dagatal? Þá brást hún mjög undirfurðulega og lyfti svona upp dagatalinu og undir því var mynd af Björgvini Halldórsinni. Og hún sagði, þarna er hann. Hugsar hver sig, þú sagðir bless við mig. Jafnvel sjálfur fjandinn hefði ekki stöðvað þig. Eftir að þú fórst þá hef ég eitthvað efjast. Var hún norsk ímyndun þessi eina sanna ást. Þegar mér datt í hug, bæði í grín og alvöru, að barna hugmyndina og fá Björgvin til að koma sjálfan fram í myndinni og leika sjálfan sig sem þessa popstjörnu sem heimasætuna dreymdum og færði leið myndina nær þeim raunveruleika, þeim tíma sem hún er gerð á. Þá sló hann til og það þarf ansi mikið hugrekki til að leika sér að sínu svona eigin image eða sinni eigin fjölmiðla ímynd og því sem það stendur fyrir þegar maður er í svona pop- og tuskubransa eins og hann var og hann hafði það, hann gerði það. Hann kom mér mjög óvart, eftir það hefur Björgvin verið mér nokkuð hugstæður karakter. Dömur mínar og herrar, þó líði ár og öld, það verður aldrei nema einn Björgvin Halldórsson! Ég áði eina nótt, en áfram stefni leið. Náttúrulega búin að ganga í gegnum súrt og sætt,
eins og eðlilegt er með mann sem er búinn að vera standa í þessu í aldarfjórðung. Og ég hugsa sé nú kannski komið núna akkurat svona eins og með Jóhönnu, hans tími er einhvern veginn kominn. Rönsuðum við tarantella, tegum lífsins guðavín. Katarína, Katarína, Katarína stúlkan mín. Ég er náttúrulega stór söngvari á þessa litlu popvísu okkar hérna heima og þó víða verið leitað. Ég verð nú að segja alveg eins og bæði með sambandi sjálfa mig og mína kollega, hvort sem þeir eru í óperusöngi eða rocksöngi eða dægulögum. Ég vil hafa þroskaðan söngvara. Ég kann miklu betur við Björgvin eins og niður í dag þegar ég stuði heldur en fyrir 20 ára síðan. Það eitt lag sem mér finnst hann syngja alveg sérstaklega vel. Það og ég spila oft í þáttunum hjá mér, það er hérna í Fjarlægð eftir Karl Orri. Það finnst mér að syngja alveg, ég held að það sé hægt að gera það betur. Þú fagra minning eftir skildi eina sem aldrei gleymi meðan lífs ég er. Þið sem í fjarlægð björninn bak við veður og fagrar vonir tengdir líf mitt við. Minn hugur þráir, hjartað ákaft saknar, horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá. Heyrirðu ein hvern hjartað kallar á, heyrirðu storminn kveðju mína ber. Þú fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymi meðan lífs ég er. Ég sagði hann væri professional og hann kendi mér að syngja í mikrofón til dæmis sem ég kunni ekki. Hann kendi mér að vinna í stúdíói. Nú, ég hef óskað eftir nála hans við mig í hljóðverum, ég held í flestum öllum tilvikum og fékk svo sem glósur frá mínum kollegum og þeim sem álíta sig meir í tónlistamenn heldur en hann og jú, meira lærðir og búin að ganga menntaveginn á tónlistabraut og litu á sig mjög alvarlegum augum. Þeir álítu að þetta væri nú ekki kannski endilega rétt mat mitt að hafa Björgvin hérna með mér. Það hefur verið sagt Björgvin að hann sé eini íslenski upptökustjórinn sem sé hægt að fela verkefni innan vissra tíma og kostnaðarmarka og hann skilar því vel á undan tímanum og vel undir kostnaðarmörkum. Það er alltaf öfundsverður og góður eiginleiki. Ég veit hann hefur meiri reynslu í hljóðveri og í yfirleitt í sambandi við mekanisman heldur en nokkur annar Íslendingur og ég vil aðeins það besta. Sendur út vagninn þinn að sækja mig, sendur út vagninn að sækja mig, gætu mín, gætu mig. Þegar Björgvin tók þetta lag fyrir og söng allar raddirnar eins og hann gerir og útbjóð þetta lag þannig að það virkar eins og nýtt dægulag, þá fannst mér hann toppa sjálfan sig. Sendur út vagninn þinn að sækja mig, sendur út vagninn að sækja mig, gætu þín, gyndu mig, gefðu mér
mér friðinn, langt hef ég farið og mig langar heim. Hvar fæ ég að halla mínu höfði nú, herra enginn getur bjargað nema þú. Gættu þín geymdu mig, gefðu mér friðinn, langt hef ég farið og mig langar heim. Sendu nú vagninn þinn að sækja mig, sendu nú gullvagninn að sækja mig. Gættu þín geymdu mig, gefðu mér friðinn, langt hef ég farið og mig langar heim. Rod Stewart var eins og stendur á dansleik hjá Björgvin Haldurssoni á Broadway og Björgvin lék og söng lög Stewarts. Stewart var bara eins og venjulegur gestur út í sal og ætlaði alls ekki að tróða upp, en fyrir hvatningu gesta í salnum þá lét hann sig nú hafa það, fór upp á svið og söng með Björgvin. Og í miður lagi þá áttar Rod Stewart sig á því að þetta er allt og hárið tóntegund fyrir hann og hann er að springa. Svo hann víkur sér að Björgvin og segir lækka þetta þessi tóntegund og þá sagði Björgvin: Nei! Þetta var svona plötunni á þér, þetta eru original tóntegundunar og ef ég get sungið það, þá getur þú það líka. Ég meina, ekki söng ég á þessa plötu. Rokið þrífur af rúbínvörum, rauðan hlátur í norðurljósum, nakin drottning í nefjunni dansa á nælonsokkum svörtum rósum. Það er allt breytt vegna þín, þú komst með jólin til mín, til hennar sem er svo allt og langt frá mér. Mér finnst þú stórkostleg, ég er að tala þig, ég tala þig, en samt legg ég á djúpið, ég legg á djúpið, því ég er barðið alla stund. Mér finnst Björgvin alveg rosalega góður söngvari. Hefur mikla rödd og hefur mikið raddsvið. Ég held að Björgvin sé fyrst og fremst náttúrutalent. Hann er ekki endilega einhver maður sem er að þroska sig í söng í einu eða aðra átt. Ég held að maður sem er náttúrutalent eins og hann eigi getur verið að því. Hann á fyrst og fremst að vera hann sjálfur. Mér finnst hann vera með svona þessa pottþéttu poprödd. Hann getur sungið eins og að því mann virðist, hann getur á létt með að syngja nánast hvað sem er. Nú ég get talað Sönn ást til dæmis. Við borðum saman í hléi frá upptökum í London fyrir 20 árum síðan þegar við vorum að taka upp Sumar á Sýrlandi og Björgvin er þá með sína heitelskuðu með sér sem var nýtekinn saman við og var þarna að fara með í sína fyrstu utanlandsferð. Við fórum á indverskan stað og
ætluðum að fá okkur indverska mat, það að segja hljómsveitin, hann ákveði að fá sér rumpsteik og þau hjónin. Við fengum matinn, allir orðnir mjög svangir en það leið og beið og enginn kom rumpsteikinn og þá tók Björgvin það til bragðs að kalla á þjóninn nokkuð hastarlega, skipti nú koma að borðinu og lítur upp og segir svona með nokkuð þjósti: Do you like service? Þjónninn horfði á hann furðulostinn og við reyndar líka og fram á þennan dag höfum við verið að velta fyrir okkur hvað hann meinti í raun og veru. Straumur mig ber, þú svífur í örmum mér og þú veist ég aðeins þinn cavallero, mér stjórnar sveitin finnín, lofsöng hvað mér ég syng, komdu nú af stað, dansum fram á yfirleitt fyrir mig mjög góð lög í þessari keppni þegar hann hefur tekið þátt í henni og mér finnst að hann ætti að vera löngu búinn að fara. Væri ég frjáls eins og fuglinn þá lægi leiðin til þín. Hann hefur yfirleitt verið með róleg lög nema Sóley og mér fannst það nú hefði átt að fara þegar það var en það hefur held ég alltaf verið bara alltaf þetta að senda eitthvað fjörugt, eitthvað hrest. Það er nú kannski meðlast því sem ég fengi að fara. Ég veit það ekki, það náttúrulega maður heyrði stundum utan á sér að væri það að hann væri orðinn of gamall eða eitthvað. Dansum á draumasviðin, dynjandi undir svið, gleðin með góðu stuði og gaman að vera til. Mér finnst þetta mjög rétt að senda Björgvin hana, mér finnst það mjög gott mál og ég enga trúið hann að það standi sér vel, það er ekki spurning. Ég tilbúinn að láta á reyna hvort þú elskar mig eins og nú ég elskar þig. Hann verður okkur til sóma, ég er alveg klár á því og vona bara hann komi sem allra lengst. Já, ég tek svo stótt uppi með að segja að hann sé á heimsmælikvarða á sínu sviði. Hvar er heimur sem fór, þar sem hann gekk bjó, hjá þér, á leið til þín, langan veg, á leið til þín, í vök og draumi á leið til þín, í lífi mínu hér, á leið til þín.
Sko ég held að Björgvin sé einn af örfáum svona persónuleikum í íslensku þjóðfélagi sem hafa náð því að verða svona einhvers konar almanna eign á tíma. Hann var draumaprins stelpnanna og hann var popstjarna og hann eiginlega, hann er svona tákn ákveðin tíma í popsögunni eða jafnvel nútíma Íslandssögunni. Maður sem að framkvæma hlutina, hann er duglegur, ósérlífinn. Hann er samt sem áður ennþá ekki orðinn leiður á því að syngja. 16 ára var alveg eins, ár leið og betri séns. Átti með alveg nýjan stíl, já og bíl. Gamlan síðþyrstan Chevrolet, sem rann þó burðunett. Soldið á seinna hundraðið á góðum degi. Ef hún fór út kvöld, óðara heyrðust þungar drunur og kakkinn virtist, vilt ekki vera með, vilt ekki koma bara á rúndinn með mér í kvöld. Ég bara nenni ekki að hanga í bíl. Ó, nei, því að aka í hring með alls konar skríl er alls ekki fyrir mig. Ég sé þig kannski seinna, litli kall. Eins og ég sýndi Björgvin með mynd sem hélt upp á vegg á Hótel Íslandi. Stoppaði þess að við kíkja á þessa mynd, smá saga í kringum þetta. Þannig ég, Rod Stewart, Davíð Oddsson, Baldur Jóns og Kristján Jónsson. Og svo stóð einhver maður hlið hérna og ég spurði, býtu, hver er þetta? Og sagði Björgvin, þetta, hama ég ekki. Hann á ekki að vera þarna. Og ítti honum út af myndinni. Hann á mikið eftir enn, sko, Hann er blessað, hann er svona baby, sko. Hann á heilmikið eftir enn. Hann vælist borg og vín. Næstu vín hverja helgi, þín svett í klaufunum og ölið í sig svelgi. Sem á skjallanum. Það Satan, hann gerir það gjarnan, til hann komast á fylleri. Ef ég víst einhverja bar, hann á næsta bar, sem mér eitthvað til í. Það er margir veit ekki alveg hvernig að setja tilfinningu í lag. Hann kann það. Það er mjög mikill kostur. Líka hann er með svona, eins og maður myndi segja allround rödd, sem að einhvern veginn hæfir allstaðar að því mann finnst. Ég held að Björgvin klikki aldrei. Já, við skulum vona það því nýlega ákvað sjónvarpið að velja verðugan fulltrúa Íslands til þátttöku í söngvakeppni Evrópska sjónvarpsstöðva 1995 sem er nýbreytni miðað við undanfarin ár þar sem kepptuðu verið lag en ekki flytjanda. Björgvin Halldórsson verður fulltrúi Íslands í Dublin 1995. Alveg frábært lag, það hefði átt að fara, það á sínum tíma, það er alveg klára. Innst í hjarta allra býr, ástin vonin dagur nýr. Sérðu ekki að sér hver barn þarf skjól, frelsi og skjól, þá mun draumur þinn betri heim rætast í þeim. Soleil, soleil, we wanna cruise. Soleil, soleil, víst þetta þú. Sem lýsir upp minn langa dag. Soleil, soleil, þetta er lag. Hann er alþýðlistamaður eins og þeir gerast bestir.
og hefur náð geysilega langt þannig og þannig held ég að þjóðin muni eftir honum og þannig kemur hann mér fyrir sjónir og þannig þykir mér vænt hann. Þetta hörku drífandi strákur, hann rumpar hlutunum af og það aldrei neinn lognmolla í kringum hann hefur alltaf verið svona alltaf ákveðinn og gengur hreint til verks og ég hugsa hann muni halda velli á hinu hála popsvelli meðan hann heldur þeim eiginleikum. Vissi að yrði ég frægur og það væri draumarugl
En strákur úr flóanum sem stormar í bæinn víst stórlega skrítinn fugl. Og baráttan við að brjóta leið var bara engu lík. Ég þekkti enga færa og fræga menn og ég fættist upp í sveit. Já, með synga þekki ég frá Indjánum og ekki ég úr flóanum.